Herðu, við ætlum að hafa núna í amerísku sjónvarpi og svona entertainment business talað svona spin-off, það sem einhver hluti úr einhverju þáttaröð gerður að sérþætti. Við erum verið með Trump-tíman og í síðasta þætti þá vorum við aðeins að ræða svona demokrataflokkin og ég upplifði eitthvað þannig að það rúmaðist ekki nógu vel inn í þessum Trump-tíma okkar að greina demokrataflokkin sem að náttúrulega merkilegt fyrirbrigði. Og ég fékk hann Svein Mána sem nú fastagestur í Trump-tímanum til að koma sérstaklega og ræða demokrata. Ég veit ekki hvort að við höfum að reyna að komast í gegnum þetta að ræða demokrataflokkin án þess að nefna Trump. En Við getum reynda. Já, það raunverulega það sem við langar til þess að gera. Hvað demokrataflokkurinn annað en valkostur í kosningunum í haust sem ekki Trump? Ég veit. Geturðu svarað því? Það ekki það sem átökin snúast núna svolítið? Innan flokksins? Já. Jú. Hvort að og það bæði held ég svona átök strategíu, bara svona kosningastrategíu. Hvað líklegast til að skila sem flestum atkvæðum, flestum þingsætum í báðum deildum Bandaríkjaþings til demokrata og þar að leiðandi veikja Trump. Tilgangurinn helgar meðalið. Við verðum að fara í kosningarnar með þeim hætti ef við fáum sem flesta þingmenn og aðferðin sem við þurfum að nota til þess, hún tilgangurinn helgar það meðal. Já, það náttúrulega það ein hliðin á þessu máli. Bara náttúrulega þessi kosningastrategíu spurning, hvað líklegast til að þjóna demokratum best í haust. Og svo náttúrulega kannski hinn spurningin sem að lítur líka að svara við þeirri spurningu snýst náttúrulega líka svona valdahlutföllin og sjálfsmynd demokrataflokksins. Og höfum við eitthvað sjálfstætt fram að bjóða? Já. Eigum við bara reyna að segja sem minnst nema að vera móti Trump og vonast til þess að óvinsældir hans skili demokratum sem flestum þingsætum óháð því endilega hvað þeir standa. Það margir sem myndu ráðleggja það ef andstæðingurinn að tapa leiknum sjálfur. Nákvæmlega. Ekki truflan við það. Já, einmitt. Og þetta kosningastrategía sem hefur svo sem þjónað mörgum ágætlega. Keir Starmer, hann stundaði þetta markvisst fyrir 2 ár síðan? 2 ár síðan, þegar hann var kjörinn þegar verkamannaflokkurinn vann síðustu kosningar. En það þjónaði honum það er ekki 2 árum, ekki bara svona 1,5 ár var þetta ekki svona seint árinu? Jú, það var haustið fyrir 1 ár. Það er bráðum 2 ár. En allavega, það þjónaði honum nokkuð vel í kosningunum. Verkamannaflokkurinn fékk mjög öflugan meirihluta, en það hefur ekki þjónað honum kannski neitt rosalega vel síðan þá. Þú meinar að það gjaldi við að vinna kosningar, sem nú hægt að deilum hvort að hann hafi gert, hvort að hinn ekki bara tapað þeim. Sé það að þú selur sálið þína, að þú fletur þú mikið út, þú tóð mikið bara vanilla og þannig að þú kemur engu í gegn, þannig að sigurinn, völdin sem þú færið eftir slíka sigur, færið ekki neitt að því þú komst ekki með neitt erindi inn í kosningarnar. Já, það ekki svona ákveðin hætta? Að annarkvort frestar bara baráttunni innan sérstaklega svona stórs flokks demokrataflokksins, þar sem fólk í raun og öndverði meiði í mörgum af lykilmálum. Annarkvort frestar bara þessari baráttu, þessu uppgjöri. Eða að þú kemst til valda og hefur ekki neitt kemst til valda en veist ekki alveg hvað það er að gera þú kom til valda. Og svo náttúrulega gleymir fólk bara Tilgangurinn var að komast til valda. Já, en svo bara líður hálft ár, líður 1 ár og fólk gleymir því hvað Trump var slæmur eða í tilfelli Trumps gleymir því hvað Biden var slæmur og þar að leiðandi missir hinn nýja valdablokk fylgið sitt. Við gætu verið að horfa á svona sögu á Íslandi með Samfylkinguna sem að naut fekk ágætis kosningasigur og naut mikils velvilja fyrstu mánuðum ríkisstjórnarinnar eða missurum vegna þess að fyrir ríkisstjórn hafi verið svo feiknarlega óvinsæl. Algjörlega. Já, það getur passað upp á. Mér finnst Samfylkingin að vel hafa haft svona aðeins meiri kannski sín. Þó maður sé ekki alltaf sammálunni, en hún hafa haft svona mögulega aðeins meiri sín. Þetta gæti verið, við getum deilt það, hvort að þetta sé súsaga eða hvort að það sé eitthvað í erindi Samfylkingarinnar sem eftir að koma fram, eins og kannski í Evrópukosningunum, ég veit ekki. Já, en þau náttúrulega tölum við eins og hluti eins og atvinnustefnu, aukna framleiðni. Þú er ekki séð þetta? Nei, svo er alltaf margt með, svo er punkturinn textið með framkvæma það. Þau voru með svona ákveðna hluti sem þau töluðum. Það var ákveðin í tótt á mörgu leiti, hvað sem ég er alltaf.
En svo náttúrulega eitt af vandamálunum að þau hafa svona sett tiltekna hluti af þessu í forgang og jafnvel á kostnað hinna. Hlutir eins og að ná jafnvægi í ríkisfjármálum hafa trompað arflutis, til dæmis að byggja upp innviði, hrinda í framkvæmd öflugri atvinnustefnu, auka framleiðni og annað slíkt, sko. Þannig að þú ert að tala að Demókrataflokkurinn, þetta sé ekki gott dæmi hjá mér, en gæti dæmi þá úr íslensku raunveruleika verið að ekki bara best að kjósa Framsókn. Að það væri svona línan sem að vilja helst ekki rugga neinu bátum, vilja bara landa kosninga ósigri Trump, að þeir myndu helst vilja vera bara, ég meina, er ekki bara best að kjósa Framsókn? Er ekki bara best að kjósa Demókrata? Losna undir þessu? Já, ég held þessi, svona sérstaklega punktur með að það er svona sumiflokkar, Framsókn er kannski þekktasti fyrir þetta, hvað sem það er rétt eða rámt, að það er þessi hugmynd, kannski svona geðjast innum almenna kjósenda. Setja, ná svona einhverjum, setja fingur og eitthvað svona stemningu í samfélaginu. Frekar en það að vera endilega með svona eigin ákveðna samfæringu og svona ákveðna fórustum tiltekin mál, heldur frekar svona geðjast eða gangi augun á svona hinu svo kallega meðal kjósanda. Og það held ég sé eitthvað sem að eigi við marga flokka, sko, og sumir eru kannski allræmdari fyrir að stunda slík stjórnmálun aðrir. Og meðal kjósandinn, hann er líka, hún finnst svona, vill kjósa eitthvað sem er svona likeable, eitthvað svona sem hann kann vel við. Amerikanar tala að með hverju myndir drekka bjór. Og það er ekki endilega sá sem að, er með í fyrsta lagi, öðru lagi og þriðja lagi. Það nennir enginn að drekka bjór með þeim manni. Þannig að ef þú ætlar að ná þessu, þá þarftu að vera svolítið svona þunnur. Í sem karakter? Nei, málefnalega. Þessu er svolítið óljóst. Óljóst, já, algjörlega. Það er svona, en við sjáum þetta sérstaklega svona í og það er alltaf þessi svona debatt innan Demókrataflokksins snýst kannski svolítið og er líka debatt sem við sjáum víða í Evrópu, til dæmis sérstaklega í Bretlandi, varðandi verkamannaflokkin. Og það er kannski þessi sýn annars vegar á það, sko, að til þess að vinna að það verði allar svona hugmyndir og pólísíur að fara í gegnum mjög stífa meðferð í svona fókusgrúpum, þar sem þær eru lagðar fyrir hópa fólk sem eru teknir svona sem úrtök og metnar af þeim. Tökum allar hnetur út úr matnum ef það skildi verið eitt sem verið með hnetuofnæmi. Já, og er eins og Ezra Klein podcastarinn orðað þetta mjög, bara komumst mjög mikið af því hvað er vinsælt og hvað er óvinsælt og tölum svo bara það sem er vinsælt. Það er svona kosningastrategía hans fyrir Demókrataflokkin. Og það er svona ein leið til að gera það og það er svona, þá er svona oftar en ekki kannski verið að höfða það til kjósenda sem eru svona, kannski svona oftar en ekki í bandarísku samhengi svona hvítir, efri millistétt, búa í útkverfum, keyra börnin sem mikið í fótbolta og hlusta á útvarp eitthvað slíkt, sko. Svona ákveðin típa af kjósenda sem að Þetta, þú færið ekki meirhluta í Bandaríkjunum á þessum kjósendum? Já, það hefur verið kenningin. Það sé hægt. Já, þetta er það sé svona margir sem eru bara öðru hvoru megin og þeir haggast ekki. Það eru svona margir sem gætu sveiflast og þessi hópur sé bara stór hluti af honum. Þannig að gætur unni kosningar með því að ná þessu fólki. Já, í rauninni. Að þetta sé henni svo kallu svona, þetta sé kjósendahópurinn sem getur sveiflast milli flokka. Og þetta er ekki, hvernig myndur er þetta svona hinn þokkalega setta millistétt í Bandaríkjunum? Ég myndi segja að það verið þrengra en það, sko. Þetta er svona ákveðin hópur af svona fólki vissulega vel stæðu, kannski svona efri millistétt, oftar en ekki hvítt og býr í útkværum fyrir eitthvað en eitthvað svona dæmigerð millistétt, sko. Er ekki alveg viss um það. En þetta er svona ein strategía sem hefur kannski verið svona ofan á í Demókrataflokknum og er svona talað svona þessa hófsemd. Það er að Demókratar eigi að tegja sína miðjuna. Þar sé fylgið, sko, þú veist. Stundum getur maður orðað þannig. Og þessi hópurinn sé á miðjunu sem þau að segja til. Getur maður orðað þannig að það er fólk sem er efins að það geti kosið Trump. Þá þarf að búa til Demókrataflokk sem að hæfir því flokki að því þykir óhætt að fara og kjósa Demókrata. Að það sé engin háski í því. Og þar alveg verður náttúrulega erindið allt eitthvað bara að tala um það sem er vinsælt og sjálfsagt og það er ekki verið að tala um einhverja breytingar á samfélaginu eða... Nei, þá svona fellur það svolítið í Þetta er fólk sem hefur það ágætt. Nákvæmlega. Vill ekki breyta neinu. Þú ert ekki að þjóna hinnum kúuðu og arðrændu og
þeir sem eru upp á líf og dauð að samfélagsgerðinni verði breytt. Já, náttúrulega forsetan fyrir þessari strategíu náttúrulega svolítið það að aðrir kjósendur aðrar að kosta völ. Þeir þessi sem þú varst að nefna, verkalýðsstéttin, láglaunafólk, og svo þegar við förum inn í ólíkir kynþáttahópar, svartir, latínos og annað slíkt, það sé engin annan valkostur. Það er það sem að demókratar sem hafa talað fyrir þessari strategíu að fara inn á miðjuna hafa reitt sig á að það sé ekki annar valkostur fyrir hina hópana. Þeir verða að kjósa demókrataflokks. Og þar græði ekki á því að fara lengra til þeirra, geta bara grætt á því að fara lengra frá þeim. En hefur það ekki einmitt þetta verið gagnrýnt vegna þess að ekki allir, það er algjörlega rangt að halda því fram að verkalýðsstéttin hafi einhvern veginn sópast til Trump. Það var nógu mikið sem að fór úr þessum hópum, meiri sér svörtum og hlera, sem var nógu mikið sem fór yfir til republikana til þess að hann var kosningasegur. Alveg rétt. Og það er náttúrulega eitt af því sem hefur grafið undan þessari kenningu, kannski svona undanförnum 2 áratugum, er að bæði þessi sveifla, já, þú veist að það er engin annar valkostur, hugmyndin hefur ekki alveg gengið eftir. En það er kannski samt ekki, þú veist, held ég sé ekki samt stóra málið. Stóra málið er bara að þitt fólk mætir ekki kjörstað. Það er að segja, ef þú ert með ef þú veðjar á of mikið establishment, of mikla hófsemi, of mikið reyna að höfða til miðjunar út fyrir þinn eigin flokk, þinn eigin grassrót, að það var hættan svo að þín eigin grassrót missa áhugann. Og það er kannski fólk sem að maður geti sagt að lifi frá launaseðils til launaseðils. Já, einmitt. Sem er bara í basli hins venjulega manns. Einmitt. Ég sé áhugaverðar kosningarannsóknir sem hafa verið að koma fram undanförnum áratugum. Ég teka fram, ég er bara áhugamaður í þessu En það sem að þróun hefur verið að það er ekki sterk fylgni milli þess hvort að kandidatinn eða frambjóðandinn sé hófsendamaður og vinni að tapi. Það er bara 50-50. En það eru sterkari fylgni með þess hvort að grassrótin er mobiliserið, hvort að hún mætir vel á kjörstað. Þannig að sá kandidat sem er líklegastu til að kveiki grassrótinni og í rauninni republikanar hafa verið duglegri að fá sitt fólk til að mæta kjörstað en demókratar. Þannig að ef að demókratin tækist að loka því bili, að þá varu demókratar í miklu betri málum. Þess að komast nærði því, þess að republikanar eru að koma sínum base, sínu grassrót. En er ekki vandi sá að til þess að fá hérna lagarsettu til þess að mæta á kjörstað í vonum að geta bætt kjör sín og bætt stöðu sína, þá þarf að vera með erindi til þess hóps sem er þannig að fólki sem er að skuttlast þarna í Volvónum í bílnum í fyrradæminu, að þá byrja það allt í óttast að ég menna, og maður sér náttúrulega republikanar spilin og þá stælar það bara það sem verið að bóða kommunisma hérna. Og þú verður að kjósa republikana ekki bara vilja bjarga bara Bandaríkjunum frá einhverju sósíalískri byltingu. Þetta er áróðurinn sem kemur frá republikunum á móti. Þannig að það líka innan á demókratafloknum. Það eru þau sem að vilja miða á Volvoinn. Já, einmitt. Og þar alveg er ómögulegt að gera hvort tveggja, að mobilisera eina lagarsettu á kjörstað og að er þá hugmyndin svo að þú þjónar þá bara Volvo-fólkinu, hínir mæti ekki á kjörstað, en þú farið nógu mikla sveiflu yfir til þess að vinna kosningarnar. Já, náttúrulega vantarlega er markmiðarinn að fá bæði einhverju leyti, að vera með kandidat og hver er það sem getur gert bæði, þannig að Barack Obama. Hann er típa sem gætt gert bæði, Hann gætt gert bæði, en reynslan af hans forstatíð er það að þegar hann mætti, ég er nú alltaf að vitna í sömu ummælin hann, að fyrir kosninga þá snýr hann sér að okkur kjósutum og seldi okkur von, en eftir kosningar þá snýr hann að sér að sínu raunverulega kjördæmi sem var Wall Street og þjónaði því. Einmitt. Og ég endur tekið alltaf að því að það er eitthvað satt í þessu eins og napurt og það er, þá er sannleikur í þessu. Það er það, Og þetta er náttúrulega togstreitan sem er á að fókusir á það að efla grassrótina, mobilisera grassrótina, fá sem flesta til að banka á dyr, eins og til dæmis sem við séum í New York með Zohran Mamdani og annað slíkt, búa til hreyfingu á jörðinni niðri, eða á meira að höfða til bara búa til hreyfingu og reyna þá kannski líka að stækka þann hóp sem kemur að kjósa.
Svo það mjög mikið Bandaríkjunum, mjög stór hópi fólk sem kýs ekki. Þannig að það Bernie- tækifæri í því að reyna að fá fólk til að koma og kjósa. Eða hinn möguleikin að reyna að identifæra, og þetta þetta átökin sem að meðal snúast í demókrataflokkurinn, snúast hvaða strategíu verður ofan á, þú veist. Og eða hinn strategían sem þessi, þú veist, þetta fókusir á þessi svona útkverfi og í svona líkil ríkjum og líkil kjördæmum og slíka. En Bernie, Sanders, hann náttúrulega byggt upp hreyfingu og bara, sem bara merkileg, held ég. Bara, en það mátti eiginlega sjá á svona flokkslegandafélaginu að það var eiginlega bara mjög áreiðandi að kæfa þessa hreyfingu. Hún mætti ekki vaksa, hún mætti ekki hafa of mikil áhrif inn í flokknum. Ég veit. Já, heldur betur. Stundum gerist eins og kratarnir líta á sósíalistar sem svona höfuð anstæðinga. Já, algjörlega. Þetta er náttúrulega, þetta er brútal valdabarta völdin innan demókrataflokksins. Og þess vegna höfum við náttúrulega séð svona kannski svona nýja bylgju átaka vera að brjótast núna upp á yfirborðið. Og það er ekki, og nú er Bernie kannski meira á kantinum. Hann er svona, þetta er svona guðföður, svona okkur guðfæðir þeirra hreyfingar, en náttúrulega forystumæðurinn er Zohar Mamdani í New York. Og það virðast vera svona að tala þetta sem jarðskjálfta, það sem gerist í síðustu viku í New York. Já, það sem hann beinir fólki því að kjósa sitt fólk og hefur sigur. Lýðræðislega sósíalista, fólk sem lýsir sér sjálfu sem lýðræðislega sósíalista og voru í þessu dýrin í forvali gegn típum innan demókrataflokksins sem eru nú þegar þingmenn, 2 af 3. Og voru með stuðning frá svona, valdakjarnanum í demókrataflokknum. Flokkseigandafélaginu. Sem er náttúrulega sterkari í New York heldur en á Íslandi, þannig að þegar við segjum flokkseigandafélagi í New York, að þá ættu að hvetja hlustendur til þess að ímynda sér flokkseigandafélagi í íslensku stjórnmálaflokkum og margfalda það aðeins. Já, einmitt náttúrulega í New York eru leiðtogar bæði í efri og neðri deild Bandaríkjanna. Hakeem Jeffries í neðri deildinni og Chuck Schumer í efri deildinni. Og lýðræðislegi sósíalistar vinna þarna í rauninni mjög stóran sigur. Og þú sér það bara svona hvernig umfjöllunin í Bandaríkjunum, hún er virka þannig eins og að það gæti verið eitthvað í uppstillingu, sko. Þetta sé svona, og maður sér svona þessi átökkar brjótast upp á yfirborðið, að demókratar eru svona flokkseigandafélagið hægri sinni demókratar hafa verið að koma svona fram og gagnrýna þetta. Við leggja áherslu á það að þú veist að demókratar þetta megi alls ekki verða andlit demókrataflokksins í haust. Já. Og ég vil segja að aðrir eru að hóta að ganga flokknum og ganga republikanaflokkin og þannig að þetta er svona brjótast upp yfirborðið með svipuðum hætti mögulega og átök Bernie Sanders og Hillary Clinton á sínum tíma og þú varst að vísa í. Og svo munum við sjá þetta vantarlega að halda áfram núna á komandi vikum og mánuðum því að það er forval í dag í Denver, Colorado. Það sem að það sem er líklegt að annar lýðræðislega sósíalisti muni velta úr þessi núverandi þingmanni demókrataflokksins. En það sem að, ég sagði áðan eitthvað kratar og sósíalistar, en við erum náttúrulega í bandarísku stjórnmálum og ég beðist forláts á að nota, að því að við varum að nota einhver svona hugtök, en þau eiga raunverulega ekki við. Það er svona kannski asnalegt að segja að mann sé að fara að nota hugtök sem eiga ekki við, en svona til allra einföldunar. Já. Þá ertu annars vegar með blokk sem er republikanaflokkurinn sem er náttúrulega margklofinn líka. Þar er með yfirhöndina svona Trump makamenn sem hafa yfirhönd í flokknum sem hafa náð kosningaárangri með því að segja að til þess að við getum unnið kosningarnar þá þurfum við að ná til lágstéttana með erindi og við sópum þeim og vegna þess að demókrataflokkurinn hefur skilið þann hóp eftir. Hann hefur bara gleymt sér í því að þjónusta fólkið þarna í Volvónum. Þannig að þú ert með þarna 50% þarna megin. Svo ertu með hinum megin, eini möguleikinn til þess að þessir hópar, sem er annars vegar segið sósíalistar og eins og kratar, eina leiðin til þess að þeir vinni, segja kratanir, er að þið komið undir okkar væng og þið, allir þið sósíalistar og allir sem eru vinstra megin við hægri krata, að þið hafið engan annan valkost heldur að kjósa okkur. Því ef að þið styðjið okkur ekki, mæti ekki á kjörstað, eða reynið að ná yfir ráðum í flokknum, það mun leiða til þess að hinir munu vinna.
Þetta líklega erindi þeirra. Og þá segja sósíalistarnir, nei, við töpum alltaf nema við komum fram með eitthvað erindi til fólks. Við lifum í samfélagi þar sem bara augljóst að við þurfum að breyta ótal mörgu vegna þess að kannski bara 80% af fólkinu upplifir sig ekki að þetta sé sitt samfélag nema, þú veist, nema skjótur upp fánanum eða fara í stríð eða eitthvað svoleiðis. Þess vegna verðum við að mæta svona og þá segja kratarnir, nei, ef að við mætum með sósíalist andlit, að þá munum við til dæmis fara yfir í republikanflokkin og við munum sjá sko stórsigur republikana. Því að þú eru bara áttað á því, kæri Sveinn, að við erum í Bandaríkjunum. Og það demókrataflokkurinn sem setur á sig sósíalist andlit, hann mun aldrei vinna í almennu kostingum. Þú getur unnið í sko forkostingum inn í flokknum. Í New York og svona sem fólk svag fyrir svona róttækni og svona en kannski síður annars þar. En ef þú ætlar að gera þetta fyrir allan flokkin og mæta þannig í kostingarnar, ég get lofað því að það ástæðan fyrir því að Trump bauð Mamdani til Hvíta húsið og var svona góður við hann. Vegna þess að hann leita á hann að þetta er líflína mín. Þannig ef að þessi armur verður ofan á í demókrataflokknum, þá fæ ég framhaldslíf. Því mér finnst þess að þú sért þarna aðeins sósíalista megin, þannig þá held ég þess að kratísku ræðu. Ég veit, hljóma kunnulega. Já, ég er að endur segja bara það sem þetta er átökinn. Ég veit. En það getur vel verið að þú hafi rétt fyrir þér og að við þurfum að breyta samfélaginu, en þú getur ekki fengið það. Vegna þess að þér mun verða hafnað í kostingunum. Ég veit. Þess vegna verður að sætta við það að við nýgum samfélagin kannski aðeins til eða verjum það að fara ekki of mikið aftur. Þú verður bara að vera í aftursætinu í okkur. Því annars verður bara, hvað viltu, 30 ára setur republikanaflokksins í Hvíta húsinu. Ég veit. Og það sem að held að styrki þetta þennan málflutning er að það er margt sem gefur til kynna á tímabili frá svona 1980 til 1990-2000 hafi þetta verið sterkur faktor í kosningahegðun og kosninganiðurstöðum. En það sem ég myndi segja á móti þessu var hins vegar að annars vegar er og nú er ég svona nálgast þetta svolítið svona fræðilega, en það að staðreyndin er svo, undan svona 10 árum er ekki hægt að sjá að demókratar standi sinni mikið betur þegar henni svokölluðu hófsendamenn inn á miðjunni fara í kosningar, hvort sem það eru forsetakosningar eða þingkosningar eða jafnvel ríkisþingkosningar. Heldur geta þeir tapað alveg mikið og aðrir og framsagnir eða lýðræðislegir sósíalistar eða hvað sem og jafnvel tapað meira. Og samanskap, já, það er ekki sterkari fyrir, það er ekki neitt sem að í gögnunum undanförnum sérstaklega 10 árum sem sýnir það að hófsamir kandidatar standi sig betur en framsagnir. Þannig að þetta er svo hugmynd að svona heilt yfir. Þannig að þetta er svo hugmynd að það bara teflir fram hófsamir kandidata þá vinnuru, að hún er bara röng. En þú myndi segja að Clinton las þetta allt saman rétt. Og hann náði sigri með því að lesa þetta svona rétt, að færa sig inn á miðjuna. Sá lestur, hann bara gildir ekki í dag. Samfélagi er allt öðruvísi, pólitísku umhverfi er allt öðruvísi. Það að koma fram með eitthvað svona Clintonísku eða blerisma, þú enda bara eins og starfmer. Þú enda bara, og ég meina, þú munt kannski verða kastað í burtu og þú munt ekki komast til valda næstu 30 ár, segja þá einu róttakari inn í demókrataflokknum. Nákvæmlega, og það er náttúrulega mjög margt sem flækir þessa mynd, eins og við vorum að tala Obama áðan, þú veist, hann er maðurinn sem flækir þessa mynd, af því hann er náttúrulega svona, hann er einstaklega fær pólitísku með mikið svona sjarma vald, að hann getur kannski gert bæði. Bill Clinton var mögulega típa sem líka gert bæði. En fyrir utan þessa svona einstaklinga sem er með svona gríðalegt pólitískt kapital, að þá er þetta fyrir svona venjulega pólitíkusa í bandarískum kosningum, að þá virðist þetta ekki virka svona lengur. Og svo er önnur svona annað ansvar við henni ræðu miðjunar sem er einfaldlega að ójöfnuður í Bandaríkjunum hefur aukið svo gríðarlega, sérstaklega á síðustu 20-30 árum. Frá því að þetta var lögmál, þetta farin á miðjuna var lögmál. Meðal hans út af Clinton sem afregluvæddi Wall Street og fleira, stórkostlegur skaði af þessu manni. En punkturinn er að þú getur farið í mjög framsækin og jafnvel sósíalískar framkvæmdir og innleitt mjög getur tekið upp
heilbrigðisþjónustu, auki almenna heilbrigðisþjónustu, almenna leikskóla og fara í víðtæka fjárfestingar á innviðum og annars líka svona það sem að vinstri vængur demókrataflokksins að kalla eftir án þess að skattleggja fólkið í útkvörunum sem við vorum að tala um. Þú getur rauninni með því að skattleggja bara 1% eða 2% eða 3%, þá getur rauninni fengið svo háar upphæðir að þú þarft ekki að snerta þarf ekki að snerta við fólkinu sem er með Biden lofaði að snerta ekki, hann hækkaði skatta til þess að borga fyrir mikla framkvæmdir og hann lofaði að snerta ekki og hann gætt fjármagnað 4 trilljón framkvæmdir upp á 4 trilljónir á ári sem næstu 2% af þjóðarframleiðslu án þess að snerta skatta hjá fólki sem er alltaf $400,000 á ári sem eru cirka 4,5 milljónir á mánuði á íslensku krónum. En samt komst Trump aftur til valda? Já, hann ætlaði að gera þetta ekki. Hann ætlaði að stoppa þér í þinginu af svokölluðu hópsendamönnum sem hann vildi ekki sem töldu að þetta myndi eyðileggja demókrataflokkinn. Og einhver leyti þá virkar þetta ekki vegna þess að það má vera að þetta sé rétt, að þetta sé hægt. En við getum ekki selt þetta. Og það bara reynslan svo að 1% getur alltaf fengið alltaf skattalækkanar og fleira, með því einhvern veginn að halda því fram að skattahækkanar munu býta millistéttina. Við erum byrjað að sjá þetta með þessi íslensku stjórnmálum að það tala um skatta sem er svona neikvætt fyrirbrigði í sjálfum sér, sem ég held að sé, mér finnst að vera bara nýtt fyrirbrigði á Íslandi sem er augljóslega innflutningu frá Bandaríkjunum. Af því að öll samfélög hafa verið byggð upp á skottum. Rómaveldi hefði aldrei orðið neitt nema út af skattlagningu. Þú getur ekki byggt upp neitt nema með skattlagningu, þannig að það að tala um skatta sem í sjálfum sér neikvæða ævintýralegt rugl. En þetta, þú getur samt selt það, Þannig að ef þú segir sósíalisti, þú getur haldið rosalega fögnuð þarna í New York í búblunni þinni, en þegar þú mætir út á raunverulegu Bandaríki og ert með segist vera demokratískur sósíalisti, fólk mun bara, þetta er ónýtt vörumerki, fólk mun bara fara og kjósa eitthvað allt annað. Já, einmitt. Það er náttúrulega eina af þeim spurningu, eitthvað af því sem við erum komast að í haust í forverunum líka, hversu mikil áhrif þetta mun lýðræðislega sósíalistar munu ná sér. Það getur unnið inn í flokknum, en þegar þú mætir í kosningarnar, að þá mun þessi stimpill draga demókratana það mikið niður að þeir eru ekki séns á kosningarsýn. Já, og það er náttúrulega, held að sé það er náttúrulega mjög margt við þá afstöðu og náttúrulega eitt er það að það er alveg sama hvaða demókrati er í framboði. Þeir eru alltaf kallaðir marxistar og kommunistar. Barack Obama var kallaður marxisti, kommunisti, múslimi, alltaf, þannig að það er ekki eins og að það mun ekki gerast. Þannig að eitt svar við því er bara einfallega ok, þá skulum við vera það. Frekar en að láta okkur bara kalla okkur það og hlaupa svo frá því. Hitt er að það er rosaleg það er náttúrulega það er ekki nýsaga en hún er orðin ennþá meira af eitthvað og rosaleg þreyta á svo kallaði establishmenti í stjórnmálum í Bandaríkjunum og það er spurning hvort að það er meira toxic að vera establishment eða sósíalisti og svo náttúrulega veltur þetta líka á persónunum. Það hefur ekki skadað Zohran Mamdani að kalla sig lýðræðislega sósíalisti eða vera vinstri megin demókrataflokknum af því hún tekst að gera það á hátt sem virkar í stjórnmálum í Bandaríkjunum í dag. Þannig að þetta veltur líka á því tekst er að tengja saman tekst er að tengja saman tekst er að vinna áræðustrið þar sem að í Bandaríkjunum að vera vinstri sinnaður, að vera demókrati, að vera lýðræðislega sósíalisti snýst lífskjör fólks við erum bara að segja að það kerfi sem við notum til að byggja og viðhalda vegi eigi líka ná til menntunar og leikskóla og skólaþjónustu og náttúrulega heilbrigðiskerfisins. Tekst er að vinna þessa skilgreininga orðustu. Og það er náttúrulega mjög margt sem að, ég er ekki tilbúin að fattast að það sé ákveðin lögmál í gangi, að það sé ekki hægt, Hvernig fólk greiðir atkvæði ræðst ekki að því hvort þú vinnir skilgreiningar orðustu. Það byggir á einhverju svona bara tilfinningu hvort þú getur gert það. En nú erum við að tala um svona stimplana. Já, og hérna eins og Mamdani, ég held að sé fínt að líta svo á að hann er bara hluti af nýjum stjórnmálum sem eru populísk stjórnmál
og hann notar ýmislegt úr sósíalískum arfi, en hann í grunninn þetta popúlískur stjórnmálamaður, ekkert svo ólíkur Trump, sem kemur fram, lofar miklu, gerir tilkall til þess að vera rödd almennings sem ekki við fengið að heyrast, þannig hann hefur öll svona einkenni popúlískra stjórnmála og ég held að við séum bara löngu komin inn í popúlísk stjórnmála og við ættum bara að horfa á Kristof Frostadóttir popúlískur stjórnmálamaður sem kemur fram sem eitthvað svona lausnin á vanda samfélkingarinnar og eitthvað þannig að við erum farin út úr svona, hvað ég að segja, svona elitískari stofnanna stjórnmálum. Ræddum þetta eitthvað síðast í Trump-tímanum hvort að svona ákvörðun það að byggja upp sko menntakerfi í Bandaríkjunum sem var svona samkomulag milli flokkana, hvort það gæti verið endurnýjað í popúlísku stjórnmálum þar sem þarf til að selja almenningi, þá þarf að gera eitthvað stórkostlega mikið. Sósíalistanir í slíku kosningaumhverfi þar sem að sigurinn markmiðið og þá notum við popúlískar aðferðir til þess, við lofum betra lífi. Og við þurfum að lofa svo miklu, bara meira en Trump. Hann getur ekki staðið við það sem hann lofaði og sósíalistarnir munum líklega ekki geta það heldur. Þannig að alveg eins og þú sér með kratarnir sem koma inn alltaf frölir og gera vel ekkert við völd sín, að það koma sósíalistarnir inn og geta ekki uppfyllt lofur sín. Meðal annars vegna þess að þú ert að reyna að gera þessa byltingun í demókratarflokknum sem kannski ólíklegt að þú náir fram þessari byltingu inn í þessari stofnun og inn í því stjórnkerfi. Kannski ættir þú bara að stofna verkalýðsfélag og fara að endurbyggja bandaríska stéttabaráttu eins og var gert í 30 ára undan New Deal. Þú veist, þegar sósíalismin í Bandaríkjunum fær svona ákveðin sigur með honum, New Deal og stjórnarstefnu. Vinna þar á bakvið, Guð hjálpi mér, hún var svo mikil sko. Þannig að þú getur ekki gert þetta í einhverju fundið einhvern Mandani sem svona sætur og skemmtilegur og sjarmerandi og þann kemur ekki í staðinn fyrir sko stéttabarátuna. En nú ert þú að tala gegn þeirri hugmynda stjórnmál sé bara orðin popúlismi. Já, ég er að tala um að þessi stjórnmál sem eru kosningastjórnmálin, þau eru orðin algjörlega popúlísk. En ég er að segja að ef þú ætlar að breyta Bandaríkjunum þá þarftu bara að fara með teskið og byrja að stofna verkalýðsfélög og hægt og bítandi að byggja upp eitthvað vogarafl almennings. Já, algjörlega. Það er bara alveg rétt. Og ég held að það sé svona eitt að svona þeim grundvallar staðreyndum sem einkenna bandarísk stjórnvál bara svona félagslega vald í samfélaginu náttúrulega rosalega mikið hjá stórfyrirtækjunum og auðmennunum og hluta því meðal annars niðurbrot verkalýðsfélaga og annað slíkt og líka bara niðurbrot stjórnmálaflokka sem svona einhvers konar hreyfinga sem fólk gat tekið þátt í skipulögu starfi og ég held að það sé bara staðreynd. En eitt af því sem hefur styrkt til dæmis þessa hreyfingu svona vinstri armsins innan demókrataflokksins einmitt þetta að establishmentið, valda flokkseigandafélagið demókrataflokknum svona komast að því að til þess að vinna forvöl, að þá ekki nóg að ringja bara í ráðgjafana og setja auglýsingar í sjónvarpið. Heldur þurfur að vera með skipulagt starf. Þú þarft að geta samfært fólk að taka þátt í kosningabaráttu til að banka á hurðar, til að berjast fyrir kandidat. Og það er náttúrulega það sem að útskýrar mörgu leyti sigur Sormandami í New York. Og ég myndi segja meira kannski en svo hugmynda hann sé einhvers konar populisti. Ég er ekki alveg tilbúin að kaupa þá hugmynd. Að það er að hann tókst að byggja upp hreyfingu í New York. Og það er alltaf markmiði núna. Það er að láta reyna á það, eins og þú sagði áðan með Sanders, að byggja upp hreyfingu. Er það hægt? Ég veit það ekki. Það kemur ljós. En það held ég að sé svona hluti af ég líti ekki svo mín upplifun, kannski er rangt hjá mér, en ég upplifi það ekki þannig að núna sé svona, við sem talum þetta sem bara einhvers konar svona populíska fígúrur að skjóta upp kollinum. Ég upplifi þetta meira sem einhvers konar tilraun til að reyna að byggja upp hreyfingu innan demókrataflokksins, til að breyta valdahlutföllunum innan demókrataflokksins, ekki kannski til að gera byltingu, hallabyltingu, heldur til þess að toga hann lengra til vinstri. Þetta kannski
gera svona greinamun á svona að mobilisera fólk til þess að mæta á kjörstað, til að taka þátt í kosningabaráttu og svo kannski svona organisa, að skipuleggja hreyfingu sem að væri þá kannski skipulegu verkalýðshreyfing væri svona það sem væri dæmi það, hvernig fjöldin fátæki getur með skipulæningu náð með einhverju völdum í samfélaginu. Stjórnmálasamtök innan flokka líka? Já, það voru kannski komið eins og hinum megin höfum við haft svona mobiliseringu Trump á makarhefingunni sem að mobiliserar ákveðin hluta fólk sem að upplifi það að samfélagið kæmi þeim ekki við eða stjórnvöld sæju það ekki. En inn í því var líka svona skipulögð yfirtaka á flokknum sem að teboðshreyfingin var raunverulega sem að nota svipar aðferðir og demokratíski sósíalistar að gera að benda á sinn frambjóðanda og reyna að vinna flokkin með þeim hætti. Það sömuleyti tókst svo bylting inn í repúblikanaflokknum. Þannig að þetta svona, en hún ekki, teboðshreyfingin er ekki til í dag raunverulega og makarhreyfingin er eiginlega ekki til í dag. Þannig að þetta er kannski svona frekar dæmi svona mobiliseringu, frekar heldur svona skipulag og vill ekki ná hún sér til. Ég held að Trump vilji ekki að makarhefingi sé með einhvern net og einhverja skrifstofur og einhvern svona skipulag og það sem að þeir sem koma inn í það upplifa það geta haft mótandi áhrif á uppbyggingur hreyfingarinnar. Ég held að hann vilji það ekki Þannig að ég held að hann sé bara búin að henda þeim möguleika. En sósíalistarnir líklega í ljósi sögunnar að þeir sjá fyrir sér að í kringum kosningar sé þetta mobilisera fólk og skipulagja það í kosningabaráttunni og síðan viðhalda því skipulagi þannig að það getur orðið einhver eining sem að getur orðið að demokrataflokknum. Það sé raunveruleg hreyfing almennings til þess að hafa ráðandi áhrif á þróun samfélagsins. Já, einmitt. Og það alltaf sérstaklega stjórnmálinn innan demokrataflokksins. Og hluti af þessari þeirri nálgun sem er svona ofan á er náttúrulega það að tala inn í þetta að demokrataflokkurinn hafi yfirgefið vinnandi fólk, venjulegt fólk, með bara venjulegt fólk, launafólk, almennt. Já, en þetta, þú segir venjulegt fólk, þannig er við náttúrulega komin inn í populísku pólitík, Það gera ég allir kröfu að geta að tala fyrir hönd venjulegs fólks. Ég ætla að Trump gerir það. Já, algjörlega. Þannig að maður veit ekki almennilega hvað það er, hvað þetta venjulega fólk er. Eins og þessi svona raunverulegri Amerikanar heldur en aðrir. Já, en náttúrulega við höfum öllu stjórnmálunum náttúrulega allir að keppast það að tala fyrir fólkið. Alveg sama, það er allir sem að tala fyrir hönd þjóðarinnar og það er bara eitthvað sem að enginn öll stjórnmál að einhverju leyti. Mér hefur fundist, og náttúrulega það er ákveðin svona, það er bara bandaríska hagkerfið hefur breyst svolítið mikið, það er svolítið erfitt að tala bara verkalýðsstéttina, þú veist, í þeim skilningi að þú veist, það er svona yfirleitt farið að tala þú veist, vinnandi fólk, working people, working families, svona hérna vinnandi fjölskyldur, eru svona kategórið sem að lýðræðislegir sósíalistar höfða mikið til. En sá sem er að stekja hamborgara á McDonald's, kennarinn, flutningabílstjórinn, hjúkrunarfræðingurinn, er allt hlutið þessu vinnandi fólki. Já, einmitt. Ég ítreka þetta bara því að maður heyri það stundum til dæmis frá Eflingu að henni raunverulega vogarafl breytingina séu fyrst og fremst láglaunastéttinnar sem eru í framleiðslugreinum. Já. Þú kannast kannski við að mikil tókstrita á milli Eflingar og allins kennarana. Betur settur launþegar séu óvinnir verðsettur launþega. Já, einmitt. Launafólks. Ég hef frekar upplifað svona í stjórnmálum Bandaríkjunum að það sé svona meira áhersla að byggja brýr milli þessu hópa. Af því að á þeim fórsendum að þeir eigi meira sameiginlegt en það sem að sundra þeim. Þú svo vissulega geta náttúrulega verið átök innan milli hér og þar En en maður hefur svona, ég hef upplifað þetta sem svona, ég lesi þetta sem svona breiðar línur, svona vinnandi fólks. Frekar einn svona að sé verið að höfða til einhvers konar fólk sem passar inn í eina kategóriu innan þess hóps sem getur verið einhverju einu tilteknu verkalýðsfélagi
eða vinnur í versmiðum eða eitthvað slíkt, sko. Ég meina, þetta er svona sósíalískur arfur sem trúir að það sé hreyfiaflið, það eru þeir sem að þetta sé yfiráði yfir framleiðslutækjunum og framleiðslutækin eru þá ekki skóli, ekki, þetta er svolítið, ég veit ekki hvað þessi tókstrita, þetta er bara, það fyrir eftir við hvernig maður að tala í sósíalísku hreyfingu, hvernig er skilgreina sko stéttabarátuna. Sumir vilja skilgreina það þröngt og sé fyrst og fremst þeir sem að geta farið í verkfall og náðu einhvern veginn tekið framleiðslutækin í sínar hendur. Já, hótelin er í okkar höndum, var á rútunni hjá Eflingu, sem er svona vísunni í þetta. Á meðan aðrir tala verið að, svo veist, að launa fólk meira og minna er náttúrulega alþýða fólks. Og náttúrulega svo skilgreining að bara afstæða gagnvart ef við tökum marxist þetta, afstæða gagnvart framleiðslutækjunum, hvort þú þiggur laun eða greiðið út. En ég meina frá því Bernie Sanders er náttúrulega svolítið guðfæðir þessara hreyfingar, náttúrulega svo sem að innleiddi orðið sósíalismi í bandarísku stjórnvál, er hann eftir mjög langt hlé. Og hann talar svona launafólk almennt, og hann talar eiginlega langt upp í millistéttina. Hann talar 1%. Það er óvinnurinn, það er 99 á móti 1. Það er 99% og þetta er þetta Occupy Wall Street sem kom út úr hruninu og öllu þessu. Þar er þessar stóru línur sem eru 1% á móti 99%. Og til og með Corbyn var þar, henni fáu á móti henni mörgu, the few and the many, svo nálgun. Og það er líka nálgun sem við núna sé, sem er að mínum dómi ráðandi meðal hreyfingar lýðræðislegar sósíalista með Zoran Mamdani og þeirra svona vinstri sveiflu sem er núna verða í bandarísku stjórnmálum er undir þessum formerkjum. Þá myndi eitthvað segja að þessi greining á milli 1% og 99%, það er 99%, þú getur aldrei skipulagt baráttu þeirra því að þú verður að skipuleggja sósíalíska baráttu út frá svona hagsmunu þínum, að þú sért eiginlega að bæta líf þitt. Á þessu svæði þá getur þú bara móbiliserað svona einhver hugmyndir að Trump sé óvinnur eða með einhverju slíku að 1% er sjóvinnur, en þú nærði ekki að skipuleggja með sama hætti og var kannski á árunum fyrir stríð þegar verkefnishreyfingin var til í Bandaríkjunum með einhverju ráði. Þú nærði því aldrei. Svo ég stökk við nú að því að þannig var ég að tala við þig sem grati, en núna er ég komin alveg vinstra megin við þig. Ég veit. Þannig að þetta er óskhyggja að sko, þú getur skilgreint stéttabarátuna sem 1% og svo alla hinn að 99%. Það er svo ólíkir hagsmunir þarna. Þetta er svo, fólk vill ekki allt vera í þessari rútu sem þú ert að fara að smíða. Fólk mun mjög fljótlega horfa á það að ég hef bara alltaf aðra hagsmuni heldur en þessi. Þannig ég er á Volvónum í útkverfinu og svo er Mexikani sem slær flötina í einbýlishúsinu mínu. Ég vil ekki vera í sömu rútu og hann. Það er náttúrulega spurning hvernig þú byggir upp hreyfingar. Og kannski enn frekar Mexikani segir sko, ég hef verið settur áður í rútu með þessu fólki þannig á Volvónum og það heldur alltaf að það getur stjórnað öllu og það hefur verið að reka mína mannréttindabaráttu og eitthvað fleira eða þú veist, halda þessi að gera það að ná okkur breytingum á samfélaginu. Ég get alveg lofað þeir hefur ekki náð neinu fram. Eina sem að við höfum náð fram við Mexikanarnir höfum við gert bara í harðri verkalýðsbaráttu við sjálf og þeirri baráttu sem við rekum sjálf. Þannig við viljum ekki vera í þessar rútuðinni. Nú breyti ég mér í hlutverk Karatans og kem og segi vinstri Karatans og segi að þú vinnur ekki meira hluta í bandarísku stjórnmálum með því að keyra á einhverju öðru en stóru bandalagi. Og að því við vísum í New Deal áðan og Roosevelt að það er ekki svo það hefur verið að það var mjög breytt bandalag sem að honum tókst að byggja saman og búa til sín stjórnmál út frá. Og ég held að einhverju svona stóra breytingar á bandarísku samfélagin mun ekki nást í gegn nema þér takist að byggja upp þetta stóra bandalag. Og það verður náttúrulega ekki öll 99%, það segir sér sjálft. En og kannski ekki 90% heldur, kannski bara 55% sko. En þú þarft þetta svona stóra bandalag ólíkara hópa. Og einhverju munu segja það, kannski Mexikani sem ég eru að búa til, mun segja það, ég bara ætla ekki enn eina svona bylgjuna ykkar. Ég ætla bara að fara og heyja mína baráttu. Ég hef bara ekki trú á því að við náum einhverju breytingu á samfélaginu í gegnum þessar stóru flokka sem eru gerspiltir og eru reknir áfram á peningum frá auðmönnum og ég er bara farinn og ég ætla bara að vera með mína, það er bara sólít afstaða sem að margir taka þessuna stundu þegar maður er að tala við svona róttaka bandaríkjamenn, að þá oft eru þau miklu róttakar en við Evrópumenn.
af því að þeir eru búin að yfirgefa, þeir eru algjörlega búin að missa trúna á sko lýðræðiskerfið. Á meðan að við, ég tala ekki um í Skandinavíu, sem að við erum einhver leyti útnári af, ég held að sé algengara meðal inn í sósíalísku hreyfingu að hafa trú á því að við getum notað það tæki til þess að breyta samfélaginu. En maður getur ekki skammað Amerikanan sem að segir, ég bara dream on, það er bara ekki séns. Og ég get bara tekið þetta dæmi og þetta er allt saman lygi. Það er alltaf verið að narra mig upp í ykkur rútu sem er raunverulega bara til að þjóna fólkinu sem er á vonvonum. Einmitt. Algjörlega. Og og þá náttúrulega verður við að velta fyrir okkur sko, hvað er markmiðið og markmið hvort sem það var The New Deal eða núna held ég mér að segja lýðræðislega sósíalista í Bandaríkjunum er ekki að afnema alveg með öllu bara greinamunin á fólkinu sem kemur frá Suður-Ameríku og slær flötina fyrir fólki sem býr í úthverfinu heldur að gera samfélagið ásættilegra fyrir alla fyrir þessu hópa og þú veist það er það sem við kallum sósíaldemókratismi það er ekki hinn róttæka vilding það er ekki allir verði það er eiginlega allir verði jafnir sko. Hvað er það? Það er eiginlega allir verði jafnir. Hvað? Það verði ekki allir verði eins, það verði allir verði jafnir, það er þessi sólsynski draumur. Já, allir hafi sama tækifæri til þess að móta lífsitt með þeim hætti sem það kjósa. Já, heldur betur. Sem er ekki hægt innan kapitalismans. Já, þá erum við náttúrulega komin til debattin hvort að sósíaldemókratismi verði alltaf byltingun í sér eða ekki. Já, eða hvort hann muni sé raunverulega þjónn auðvaldsins til þess að sætta okkur við það. En við endum alltaf á því að vísa aftur í Roosevelt, í New Deal, í það samfélag sem að þau stjórnmál gátu boðið upp á og það verður alltaf náttúrulega debattinn þú veist, milli þeirra sem að vilja það frekar en þetta er ekki vandamálið er þetta ekki Íslandsvonur vandamálið í Íslandsklukkunni frekar viljið hann versta en næst besta og allt það og þetta er líka bara tókstreita milli þess það sem er kallað voice og exit hvort viltu frekar yfirgefa systemið eða reyna að hafa áhrif á það þó þú fáir ekki allt sem þú vilt í gegn sko. Svo má líka vera að sé margt annað sem að gerir stjórnmálin í dag öðruvísi en þeir voru kannski fyrir hálfri öld eða svo sem eru bara kannski svona við erum svolítið löskuð að koma út úr nýfrjálsíkinni að því við nefndum Mexikanan sem er að slá flötina þá las ég eftir í hendan sinn og frekar svona íhaldsamur hagfræðingur hann var svolítið að svona gráta það að þetta skildi vera að samfélagi skildi sætta sig við þetta hann sagði eitthvað svona ég ólst upp í Bandaríkjum þar sem að þú slóst þína flött sjálfur það hefði bara, ef einhver í hverfinu hefði fengið einhvern annan til að slá flötina að við höfum ekki skilið hvað var í gangi með viðkomandi, við höfum farið að tala við hann en inn í einhverju frjálsvíkinu sem er ekki bara þú veist, allra ríkustu sem er að soga peninga upp úr þessu heldur, er allt samfélag orðið gerð spilt af hugsun þar sem að við erum eiginlega að sjúga hvort annað sko, að við erum með hellinga fólki í bænum sem á 2-3 auka íbúðir hefur komið sér ágætlega fyrir og er raunverulega að okra á þeim sem er í húsnæðisvanda við erum svona betur sett hjón fá sér húsjálp til þess að úthýsa ágreiningi kynjana heimilistörfin og þú veist þannig að allt kerfið er orðið sko svo litað af þessum tíma sem við erum að koma út úr. Og kannski var ég ekki að kannski var ég of ósækjarn í garð sósíaldemókratismans. Því ég sagði áðan að hann ætlaði ekki að útrýma afstafanum milli þess sem slæðir flötina og þess sem ræður viðkomandi til að slá flötina. Því náttúrulega það sem þýðir launajöfnuður, mikill launajöfnuður og hálaun, þýðir náttúrulega það að þessar svona ákveðna stéttir, það verður ekki hagkvæmt að stunda þær. Það er að þú þarft að hafa mikið launabil í samfélögum, þú þarft að geta haft lág laun til þess að vera með heimilishjálp, til þess að geta fengið fólk til að slá grasið þitt, af því það þarf að borga sig fyrir þig. Þú þarft að vera með það há laun og svo þú sem að borgar. Já, þetta er svona eins og fyrsta dæmið í hagfræðibókum sem að millistéttin lifir að sumuleyti á auknum launamun hefur fengið lífsgæði metur það sem svo
með því að fá eitthvað fólk til að slá garðinn eða þrífa húsið og svona útvista ýmsu sem að þú þurftir að gera áður. Og það hluti millistéttanna vill ekki missa það. Ég held að þetta sé sko, þetta ekki endilega það, ég meina, jú. Ekki nú að gera það bara með einhverju andlegri vakningu og auðvitað átt að slá garðinn sjálfur. En líka bara þetta er svona dæmi í hagfræði kennslubókum. Það sem að þú byrjar í fyrsta ári í hagfræði, byrjar að lesa dæmisögun David Beckham og okkur og hann á alls ekki að slá grasið sitt. Af því að hann fæði svo rosalega mikið borgað fyrir að gera eitthvað annað, þá var hann alltaf að ráða einhvern annan til að slá grasið sitt. En það er náttúrulega ekki... En þá var þetta að breyta bara öllu líf okkar í verslun og viðskipti. Sko. Ég er að segja það. Og punkturinn er að og sósíalismi er húmanismi. Sósíalismin vill ekki vera til í þessu svona, bara þess að allt er verðmerkt. Algjörlega. Við erum að reyna að losna við það til þess að geta verið manneskjur. Og það er líka bara hugmyndin sem svo að þú eigir frekar að vera í vinnunni þinni, þar sem þú fær hærri laun, frekar en að sná grasið, því það getur fengið einhvern annan að gera það fyrir lægri laun. En náttúrulega punkturinn er að minnka þetta bil, að það náttúrulega líka verður að minna hagkvæmt fyrir að fá einhvern til að slá grasið. En svo náttúrulega líka lykilpunkturinn er náttúrulega að þú sem manneskja þarft að hafa aðeins breiðari skírskotun í heiminum og vera með stærri persónuleika og það er allir mjög gott að því að slá grasið sitt. Já, ekki vera bara þau verðmæti sem að markaður til í að borga fyrir þig. Nákvæmlega. Heldur áttu líka að vera góð, hugsa rækta garðinn eins og menn hafa verið að segja. Ég veit ekki hvort við séum komin út fyrir efni, ég held ekki. Ég held að stjórnmálaumræðan á næstunni muni verða þarna einhvers staðar, að einhverju leyti líka. Ég held að þú getur ekki farið út úr nýfrjálshyggjunni með því að hafa bara verðmerkingar hennar á öllum hlutum. Það verður að fylgja því einhvers svona húmanísk bylgja. Eins og var kannski fyrir 50-60 árum. Með 70 árum, þar sem við fengum kvennareyfingu og frelsisbaráttu svartra í Bandaríkjunum og frelsisbaráttu fatlaðra og alls konar sjúklingahópa og fanga og guðma og þetta hvað. Ég held að við þurfum fá svona einhverja almenna slíka vakningu. En það verður ekki leyst í átökunum sem er inn í demokrataflokknum núna. Nú er það bara hver með betra kostingaplan. Já, og og hverjum tekst að náttúrulega búið til kostingaplan og bara sín á framtíðina. Það náttúrulega kemur sín það sem þú varst að tala sko. Sín á framtíðina það sem að, en líka talar inn í, það er augljóst að það eru svona, við búum í pólitísku tímum það sem að svona jarðflekarnir undir stjórnmálunum eru að hreyfast mjög mikið. Þannig að bæði síðan með Trump að hann hefur verið að fá fylgi frá hópum sem voru ólíkir til að kjósa republikana. En svo sjáum við núna náttúrulega það er verið svona einhverja grundvallar breytingar innan demokrataflokksins og það náttúrulega er hernaður Ísraela og þjóðarmorð á Gaza sem gegnir ekki lykilhlutverki að það hefur náttúrulega bara alveg orðið kúvending og þar þurfa allir stjórnmálamenn demokrataflokknum að fóta sig á með algjörlega nýjum hætti og það er náttúrulega eitt af því sem skýrir núna uppgang Zohran Mamdamis strömsins í demokrataflokknum er náttúrulega hluta til Ísrael og hernaði þeirra á Gaza, þjóðarmorði og og þá kannski talar það inn í þessa svona skýru siðferðislegu sín sem þú varst að tala að það svona er jafnvel kannski mikilvægara stundum en hærri læri verðbólga sko, það geta tekið skýra afstöðu í málum það sem kalla á skýra afstöðu. Og verðum að búa í samfélagi sem að særir ekki siðferðiskennd okkar. Já. Og er ekki búið undir ríkisvaldi sem að stríðir gegn siðferðiskennd okkar. En Sveinn, skiptir okkur máli hvernig þessu kosningar fara í nóvember? Búandi á Íslandi og... Ég finnst stundum til Bandaríkjanna sko. En já, góð spurning. Já, þú gerir það. Það er setja svolítið tónin fyrir stjórnmála og... Við lifum ennþá bandarísku öld. Ég held að hún sé búin sko. En bara svona upp á stjórnmála ástandið og þá svona stemningu sem er sérstaklega í svona samfélagum eins og við erum samfélag sem er mjög berskjaldað fyrir amerískum áhrifum. Þannig að svona að alla þær svona við tökum inn á okkur bylgjurnar í bandarísku stjórnmálum. Svo þessi bara heimskar og ruglaðar þá verið þess að fljóta bara samt inn. Heldur betur. Þannig að þær hafa áhrif. Heldur betur. Ok, erum við gaman að tala við þig. Við erum að fara í frí með Rauðaborðið, verðum í frí í júlí, þannig að ég fæ kannski að fá þig aftur eftir Verslunarmannahelgi, því það verður spennandi haust í bandarísku stjórnmálum. Já, heldur betur.
Alltaf gaman að tala við þig. Kærar þakkir. Já, takk. En við ætlum að halda hérna áfram við Rauða borð, við erum alltaf að reyna að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf. Næsti kafli eftir augnablik. Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina. Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is